Nei, Blessaður. Hvað segir þú? Ég segi bara fínt. Ég er að lesa mig til íslenska knattspyrnu 2020. Já, það er komið tími til að þú lesir það sem knattspyrnu. Já, furðu löng bók svona með við. Herðu, varstu búinn að heyra rafræna þorrablótið hjá kaupfélaginu í Hnífsdal? Hnífsdal heldur betur. Ég var einmitt að hugsa það er magnað að hugsa til þess að þetta geti verið rafrænt í dag, úr Hnífsdal. Úr Hnífsdal? Þú manst hvernig þetta var. Það var ekkert rafmagn. Það er líka lúxus í dag. Þetta er rosalega lúxus. Að geta búið upp á rafrænt þorrablót, þegar við vorum ungir, Alexander. Við vorum í mesta falli með rafmagn á, 50 dögum? Já, það var oft rafmagn á 50 dögum. Það var einmitt ekki sjónvarp, þannig að þetta var erfitt, Mjög erfitt. Og ég man að ég fór oft þurfti að labba inn á Ísafjörð, bara til að sækja rafmagn fyrir helgina. Já, akkurat. Svona til að kláraðist ofta á laugardögum eða snemma á sunnudögum og það var náttúrulega bara búið, Já, akkurat. Þess vegna var þetta kallað orkubúið, eða ekki? Einmitt, já, það bara kláraðist. Þetta er alveg magnað, hvað þetta er orðið mikið lúxus. Þetta verður sem krakkar, Þessi krakkar í dag sem í Hnífsdal, það veit ekki hvað við þurftum að upplifa, Í dag er þetta, ef fólk kannski missir vettling eða eitthvað út á götu og svoleiðis, þá er þetta komið á Facebook frá Betri Hnífsdal, svona Facebook-grúpa og komið ljósmynd og langur þráður. Mjög langur þráður, við vorum ofta að glíma það bara vettlingar var að rakna upp, nú er þetta að rekja þessa vettlinga. Þú stöður með app í vettlingunum og allt þetta. Já, vettlingarakningar app. Já, okkar bara dött í snjóinn og við fundum að kannski bara einhvern tímann vorið, Það var ekki Facebook-grúpa þá, Nei. Þá ætlaði maður kannski að, teikna mynd af flíkinni sinni sem maður tapaði og litana og svo ganga með í hús, eða setja upp í búð í Hnífsdal, setja mynd af þetta. Já, einmitt, og svo náttúrulega ef einhver komst í búðina, það var líka bara heppni, Já, það var náttúrulega aldrei opið og bara ófært líka. Ekki hlaupaði komast á milli húsa bara 6-7 mánuði á ári, Já, hús, hverjir voru í húsu þegar við vorum samt upp, það var margir, Já, þetta er svona holur í snjóinn, þetta var þetta erfitt. En krakkarnir í dag, ég veit það ekki. Við erum í uppbyttum og svo er þau líka, svo stendur kannski líka bara fann bleikan vettling. Maður hvernig það var allt svarthvítt þegar við vorum. Vá, bleikur vettlingur, Maður sá aldrei liti, það var allt svart. Lúxus þessi krakkar í dag, Hnífsdal, Þessi krakkar sem búa núna í dag, Dagný Finnbjörns, Ómar og Kári Skarphéðins, þessi krakkar, þau borðu ekki þorramat, Nei, þau vilja bara pítsur og eitthvað, Pizza og patsa í besta falli, Já, kannski, vilja fá harfisk með rosalega miklu smjöri, Já, eða bara smjör með smá harfisk. Já, einmitt nákvæmlega. Maður sá ekkert smjör. Smjör? Mjólkurvörur, það var gleymd. Ég man þegar maður fekk smá, harfisk, strengsli. Já. Smjör, maður var heppinn ef maður fekk smá smjörolíu smitt úr skellunörunni hjá Snorra Kristjáns. Það var þetta mjög gott. Já, mjög gott að bleita þessi. Já, líka bara harðfiskur, þetta var svona meira frosinn fiskur sem maður var að reyna að japla og ég var líka eins og með hákarlinn. Þau eru ekki hrifin af hákarlinn núna. Nei. Ég man það eina sem var hægt að ná sér í, það var bara að stinga sér út í djúpið og sækja sér hákarl. Það var eiginlega eina sem lifði, það var svo kallt. Akkurat. Rosalega kallt. Og þegar maður loksist að drattast upp á Hnífsdalsbryggjuna með einn hákarl kannski með sér og til þess að bera Björg í bú, þá þurfti maður að byrja því að berjast við Óskar Friðbjörnsson, því að hann var með eitthvað einkaleyfi á hákarl. Já, hann tók þetta náttúrulega allt, en hann borðaði þetta náttúrulega. Nei. Akkurat. Hann fékk náttúrulega hjá honum og þetta var, maður þakkaði bara fyrir hvern bita, Þetta þekkir. En í dag, lúx, bara panta sér heim, Panta sér heim? Já. Nákvæmlega. Hvenær gátum við panta okkur einhvern tímann eitthvað heim? Þú veist, ef þú ætlar, það var þessi pöntunarlistar sem komu oft á haustin og en maður pantaði ekkert. Nei, case-listin? Já. Það kannski barst á eitt heimili hérna í þorpinu og maður svona skoða, láta sér dreyma. Já, maður glimti að panta eitthvað, það er bara komið eftir mörg ár, þá er bara, ekkert passað í fötin lengur, En þessi krakkar í dag, þau þekki ekki þorramatinn eða síinn bútung. Nei. En þau þekkja tælenska matseðla eins og handabakið á sér. Já, handabögg, manstu eftir einhverjum handaböggum þegar við vorum að alast upp?
ég bara manni þegar ég sá fyrst handabak hérna þegar ég kom hérna undir aldarmót, sko. Já, krakkar núna, taka öllu sem gefnu. Akkurat. Og þegar maður segir krökkum mitt í dag, þau trúum maður ekki. Nei, trúum sér. Ótrúlegt. Herru, en við förum á rafrænt þorrablót. Já. Ég held það bara. Já, ég þarf að sækja rafmagn. Ég segi bara skál. Ég segi líka skál. Það er mikið með þorran.